Við fjöllum ítarlega mótmæli með Alþingishúsið í dag og sýnum ykkur myndir frá þeim. Ræðum við þá sem voru á staðnum og skiptum svo beint niður á Austurvöll til Helga Seljan sem þar staddur en mótmælin virðast standa ennþá yfir. Fáum einnig til okkar þau Helgu Völu Helgadóttur sem var meðal mótmælenda og Gísla Frey Valþórsson sem hefur gagnrýnt mótmælendur á bloggsíðu sinni. Svo í framhaldi af þessu kemur lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu Stefán Eiríksson til okkar. En við ætlum að byrja á Helga Seljan sem staddur við Alþingishúsið. Jú, þakkaði fyrir það, Þórhallur. Það virðist ekkert lát vera á mótmælunum hér. Það ef eitthvað þá er fólk að streyma hingað aftur niður á Austurvöll. Ég nú ekki alveg klár á því hversu margir eru hérna núna, en mótmælin ekkert að minnka. Lögreglan stendur núna eins og staðan núna að standa vörð hér fyrir framan nýbyggingu Alþingishússins. Og hér búið að kveikja eld eins og sést fyrir aftan mig og báli brennur hér. Það sló í brýnu milli mótmælenda og lögreglu áðan þegar lögregla ætlaði að flytja hluta þeirra sem höfðu verið handteknir í mótmælunum í dag hér út í lögreglubíl sem væntanlega átti að færa fólkið upp á Hverfisgötu og mér sagt að þá hafi dregið til tíðinda því að þá hafi, minnstakosti að sögn þeirra mótmælenda sem hér eru, að þá hafi lögregla gripið til þess ráðs að nota kylfur sem hingað til hafa ekki verið notaðir í mótmælum. Mér sagt án þess að ég hafi það staðfest frá sjúkrahúsi eða neinu slíku að minnstakosti einn mótmælandi hafi leitað á sjúkrahús vegna áverka en það allavega ljóst að eftir daginn í dag óhætt að segja að átökin séu allt svakalega harðna. Við ætlum að koma hérna aftur á eftir og segja ykkur frá því hvernig þessu framvindur hér. Við ætlum líka að ræða við einn mótmælanda sem var í haldi lögreglunnar í dag. Var í haldi lögreglunnar í bílastæðahúsi Alþingishússins en við skiptum upp í Efstaleiti allavega þangað til á eftir. Takk. Takk fyrir þetta Helgi og ég minna á að lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu Stefán Eiríksson verður hér hjá okkur eftir en við skulum aðeins rýna í atburðarás dagsins. Helgi Seljan var við Alþingishúsið í dag ásamt Gauki. Þórarinn Einarsson, hvað dregur þig hingað á lögregluborðinu? Já, ég kennu bara svo venjulega. Ég veit nú ekki hvort ég ætla að vera þarna að borða. Ég hef nú yfirleitt komið með börnin. Þú ert alveg þjóðþekktur fyrir að taka börnin með í mótmælin? Já, ég vil láta þau taka þátt í byltingunni. Ekki missa henni. En ég kem ballus í dag, af því mig bara langar að berja eitthvað. Í alvörunni? Langaði til þess að þú ert nú ekki þekktur fyrir að beita ofbeldi? Nei. En hins vegar þannig að maður hefur stjórn á skapi sínu. En maður langar, sérstaklega þegar maður er heima hjá sér og er alveg brjálaður og lesa fréttirnar, þá virkilega langar mann að berja eitthvað. Mikla samleið með mörgum hér. Ég bara í sömu stöðu og náttúrulega og ég vona að það verði gripið til aðgerða sem að verða til þess að samfélagið róist niður og við getum farið að taka á þeim erfiðleikum, siðleysi og spillingu sem að hefur ríkt hérna. Styður þessa ríkisstjórn áfram óbreytta? Ég verð að segja það er vafi í mínu hjarta með þetta. Allt saman. Er svoleiðis fleiri í þínu flokki? Ég hugsa að það sé bæði í Sjálfstæðisflokknum og Samfylkingunni.
bara eins og yfirgnæfandi meðaltal þjóðarinnar vill fá kosningar strax. Þeir sem eru ábyrgir, rétt eins og ef þú eyðileggur hluti, eyðileggur sko heilt samfélag, þá hlýtur að dreita ábyrgðar. Það ekkert að gerast hjá þessu fólki. Samfylkingin ennþá bara hangandi í skottinu og gera hort á þessum félögum. Þetta bara, eina sem þjóðin vill að fá að kjósa þetta lið bara í burt. Helga, okkur skilst að dóttir þín sé ein af þeim sem var handtekinn þarna. Geturðu sagt okkur aðeins frá því? Ég frétti bara að henni hefði verið hringt í götuna og hún sett þarna í eitthvað járn eða ég veit ekki hvað þetta er sem er notað til þess að handjárna þau fyrir aftan bak. Hún liggur þarna í horninu og ég bað að fá að fara og sækja hana því hún er ekki orðin lögráða. Hún er 17 ára og ég bað það og það var einhver kona sem sagði jú býta aðeins, við sækjum hana og svo gerðist ekki neitt og þá fór ég þarna og bað að fá að fara inn og lögreglan sagði já, ekkert mál, þú mátt fara inn og sækja hana. Þegar ég kem inn þá mætir mér einhver terroristi, einhver talibana lögreglumaður sem bara ætlar að henda mér í handjárn. Hann segir bara handtaki hana, hún á að geta verið hérna. Ég sagði, heyrðu, býttu fyrirgefðu, það er hérna lögreglumaður sem leyfði mér að fara inn af því að dóttir mín situr hérna og hann lét bara við mig eins og ég væri hryðjuverkamaður. Hvaða rugl er þetta? Það eru hérna lítil börn í horninu. Þá er ég ekki að tala um dóttur mína sem er 17 ára og getur vel staðið fyrir sínu máli. Það er þetta bara lítill drengur í skíðagalla. Þú veist, veit ekki hvaða ríki við búum og svo stendur hérna menntamálaráðherra inn í þinginu og kvartar yfir því að lýðræðislega kjörið þing get ekki starfað. Hvernig væri þetta fólk bara myndi vakna aðeins og horfa út gluggann? Hér er þjóðin að tala. Við erum bara búin að reka þessa ríkisstjórn. Við erum búin að reka þennan þingheim og viljum fá að kjósa upp á nýtt. Þetta er ekkert flókið. Ég stóð þarna, ég hélt höndunum upp rétt. Ég var ekki sýna neina mótspyrnu og þeir meisuðu mig beint í augun. Það var ekkert gert ef ég gat gert, svo sá ég ekki neitt og þeir held áfram að ýta mér. Og ég gerði bara svona, sá ekki neitt og þeir meisuðu mig aftur í augun. Ragnheiður, hvað segirðu? Hvað er okkur þetta sonur þinn séð þarna inni? Já, sonur minn 15 ára gamall, situr þarna í járnum eftir því sem ég best veit. Ég hef ekki fengið að sjá hann, ég hef ekki fengið að vita hvort það er allt í lagi með hann. Ég er búinn að spyrjast fyrir lagalegu hliðina. Ég veit að þeim er heimilt að handtaka hann en einungis ef að tilkalla eru fulltrúi frá barnaverndarnefnd. Ég er búinn að reyna að spyrja þessa lögreglumenn hvort að það hafi verið gert og ég fæ ekkert svar. Eldri bróðir hans reyndi að spyrjast fyrir litla bróður sinn og fékk að eina svarið sem hann fékk var sprey framan í sig. Þannig að viðbrögðin að þeirra hálfu hafa verið vægast sagt óvinsamleg. En hvað, hefur þú ekki fengið að tala við hann út móður hann? Nei, ég fæ ekki að tala við hann, ég fæ ekki eins og fullvissu hvort það er allt í lagi með hann eða ekki. Ég veit að hann varð fyrir gasi og ég veit strákar sem voru þarna nálægt hann sögðu hann hefur verið barinn, ég veit ekki hvort það er rétt. Ég hef ekki fengið að sjá það til að ganga úr skugguna. Ég held að ég væri að sinna því hlutverki að dokumentera þessi mótmæli og það sem er að gerast. Lögreglan vildi að ég færi frá grindverki þarna, ég held nú að þessir aðgerðir þessara manna fylgdu við dagsljós. Svo bara komið bíl og sprauta beint í auga. Beint í auga? Þegar við myndum keðju sem er ósköp venjuleg aðgerð, við stóðum þarna og snerum baki lögregluna. Það kemur einn lögreglumaður og hann virkilega hefur sig frammi. Hann tegir táragasbrúsann eða piparúðabrúsann. Ég var með skíðagleraugu þá, spreyjar beint framan í augun á mér. Þegar sá að það dugði ekki, þá kom félag hans og reif af mig gleraugun og síðan fóru þeir að spreyja. Það var hópur af fólki sem sneri baki í lögregluna og við eiginlega myndum svona vegg
þar sem allir mynduðu saman vegg og sneru baki í lögregluna. Þeir voru að reyna að ýta okkur í burtu, en náttúrulega er erfitt að ýta fjölda manns og þegar það gekk ekki, skildi þá allavega, já, fann ég bara högginn dynja aftan á hnakkanum á mér. Og eins og þú kannski sér, þá, ég er ekki búinn að skoða þetta nógu vel, en það er allavega... Já, það hefur verið mikið að gerast í bænum í dag og þetta heldur áfram. Við heyrum í Helga Seljan hér rétt á eftir. En til þess að ræða aðeins þessi mótmæli í dag, til þess að reyna átt okkur á því hvort þarna var gengið á langt eða ekki, þá eru hingað komin þau Helga Vala Helgadóttir og Gísli Freyr Valþórsson. Gísli, þú er svona stundum verið svolítið gagnrýninn á mótmældur. Hvað fannst þér þetta þennan dag? Já, augljóslega gekk þetta allt of langt, sko. Ég meina þegar að fara að skvetta mjólk og fleira á lögreglu, kasta eggjum í hana, kasta steinum og reyna að ráðast á Alþingishúsið, þá var það náttúrulega augljóslega gengið á langt. Já. Hvað segir þú, Helga? Þú varst þarna í allan dag? Já, ég spyr hvernig á að mótmæla, ganga of langt. Já, ég veit ekki hvort að Gísli hefur einhvern tíma mætt á mótmæli. Það lítur að munur á mótmælum og ofbeldisverkum, sko. Ég meina, það líkur augur... Já, þá verði ég að segja, ég var þarna í dag og ég mætti lögregluþjónum sem voru virkilega kurteisir og ég mætti líka lögregluþjónum sem beittu hörðu mótmæli, eða hörðu ofbeldi. Þetta á ekkert að snúast lögregluna eða þeirra aðgerðir. En það virtist þú samt vera sem að... Þetta á að snúast það að við viljum fá að kjósa, við krefumst þess að fá að kjósa, þjóðin vill fá að kjósa, það er okkar lýðræðislegi réttur að fá að mótmæla. Þetta er ekkert flókið og ég sá bara að lögreglan, hún var ekki alveg með málin sín á hreinu. En fannst þér ekki sumir mótmældur þarna kannski ganga eins og langt gagnvart lögreglunni? Jú, algjörlega. Mér finnst mjög tilgangslaust að vera að banka í hausinn á lögregluþjóni. Dóttir mín, hún er mjög öflug í að mótmæla. Ég er búin að kenna henni hvernig hún á að fara því. Maður skirpir ekki að lagana verði. Maður kemur ekki illa fram við lögregluþjóna sem eru láglauna stétt og eru bara að vinna vinnuna sína. En þú mátt sem þegn í þessu landi standa upp og segja skoðunum þína. Það er þinn lýðræðislegi réttur. Þú mátt umkringja Alþingishúsið og standa fast í fæturna. Þau mega vera þarna. Fyrst að það er kosningar, sko, þá ætlar alltaf að hafa í huga að þarna var þingmaður Samfylkingarinnar að tala um það að efast hvort hann stytti ríkisstjórnina. Þá var bara fullkomlega eðlileg leið að Alþingi lýsi vantraust ríkisstjórnina. Stjórnarþingmenn eru farnir að tala um það að þeir efast hvort þeir stytti ríkisstjórnina. Það bara er fullkomlega eðlileg leið til að gera það. En nú er það náttúrulega þannig að það er ekkert hægt að taka úr samhengi mótmælin og það sem fólk er að mótmæla. Fólk er alveg gríðarlega reitt miðað við það sem hefur dunið á í samfélaginu. Er þá eitthvað óeðlilegt við það að... Það er ekkert að því mótmæla, það er ekkert að því mótmæla. Gangi svona fram eins og það gerir í dag? Já, auðvitað, ég meina sko, eins og ég segi, það munur á mótmælum og ofbeldisverkum. Sko, að koma saman að mótmæla, halda borgarafundi, það er ekkert að því. Auðvitað hlýtur fólk að fyrir að spyrja sig árangurinn að þeim á lokum. Þetta kallast sjálfsvörn. En er það? Já, fyrir hverju? Ég myndi segja að þarna væri margur maðurinn er þarna hreinlega bara að verja sig. Já, ég meina allir Íslendingar eru í sömu súpunni, sko, það er ekki að draga úr því. Farið allt of hart fram og það var engin þörf á því að þeir færu fram eins og þeir hafa gert í dag. Ég hef verið þarna á vaktinni frá því klukkan 1 í dag og ég hef hort á alveg ótrúleg fantabrögð. Það var að láta vaða yfir sig endalaust eða? Vaða yfir sig, nei, við erum ekkert að tala um það. Alls ekki. En hvað hérna... Við erum að tala um börn undir lögaldri sem er búið að vera hérna í varðhaldi frá því fyrir 2 í dag. En byrju talandi um það, hvað er verið að stilla börnum undir lögaldri fram í fremstu línu mótmæla? Við skulum leyfa að tala, já. Hvað er 11 ára drengur, hvað er foreldrar hans? Hvað er 11 ára drengur að gera í fremstu línu mótmæla fyrir framan lögreglum með skildi? Ég meina, það hlýtur að segja sér sjálft að það er ekki eðlilegt. Og hvaða foreldrar stilla börnunum sínum svona framalega fram? Já, en nú er talað um það og það er kynnt og sem sagt það er ætlast til þess að fólk komið þarna og þeir sem að standa fyrir þessu kynna þetta sem friðsamleg mótmæli. Í því skjóli hlýtur náttúrulega fólk að koma þarna öllum aldrei, er það ekki? Væntanlega. En þau eru ekki friðsöm mjög lengi. Þannig að maður hefði haldið að fólk myndi draga börnin til hliðar. En finnst þér, gerir þú... Þegar friðurinn úti hlýtur að draga börnin til hliðar, ekki? En af þessi myndum sem við sáum og þetta sem þú verið að heyra í fréttum hér í dag, gerir þú enga athugasemd við nýtt af því sem þú verið heyrt fólk kvartað undan lögreglunni? Jú, ef þeir eru að halda börnum undir lögaldri óeðlilega lengi þá er það að sjálfsögðu ekki rétt. En á móti kemur, hvað eru börn að gera þarna? Hvað eru börn að gera í fremstu línu mótmælanda? Þú ert ekkert handtekinn að þau ert leið framhjá. Það segir sér sjálft. Það er eitt kannski sem að, svo við tökum þetta kannski akkurat út úr mótmælunum. Þið eru bæði, þú ert í Samfylkingunni og varst í framboði fyrir Samfylkinguna. Þú ert Sjálfstæðisflokkinn. Stjórn Reykjavíkurfélagsins. Já, ykkar flokkar eru saman í ríkisstjórn. Þið eru samt einhvern veginn hérna algjörlega í austur og vestur í allri afstöðu ykkar til þessara mála. Er það ekki bara að segja okkur að
þessi ríkisstjórn sem að fólk að mótmæla þarna, hún bara sjálf dauð eða sko undir eðlilegum kringumstæðum, ef við byggjum einhvers staðar annars staðar á Íslandi en á Íslandi, þá væru Samfylking og Sjálfstæðisflokkur aldrei saman í ríkisstjórn. Til þess eru þessi flokkar bara of ólíkir. Þetta er sinn hvor póllinn sko. Þannig að í rauninni þá ætti það aldrei að ganga upp að þessi flokkar væru saman í ríkisstjórn. En það var gert og ég studd hana, en það er langt síðan ég gerði það. Það er langt síðan ég hætti, nei, klárt. Algjörlega. Þau eru bara alveg út á túni. Hvað heldur þú þetta vegna þess að fólk Já, það má helst alveg taka undir það að þessi flokkar náttúrulega alls þar annars myndur ekki starfa saman sko og ég er ekkert til að verja mér ríkisstjórnina sérstaklega sko. Ég er ekkert sérstaklega hrifinn af henni þessi dagana og hún er sín algjört forystuleysi í öllum málum. En það réttlætir ekki það sem gerist hérna á lokapunkti mótmælanna. Mig langar að benda á eitt, að ég sé engan tilgang með því að vera endalaust að rýma Alþingisgarðinn. Fólk stendur þarna inni, það eru flestir farnir og þá allt í einu ryðst sérsveitarliðið fram með þvílíku offorsi. Það er engin þörf á því. Það var engin hætta á ferð, það var engin með yfirgang. Ég horfði á þetta, ég stóð þarna baka til og ég sagði, af hverju eru þeir að ryðjast hérna út núna? Í fyrsta lagi þá er þetta ekki allt sérsveitin sko Hvaða þörf er á því? Eða þetta eru menn með einhverjum svona geimbúningum, með svona stóra svona hjálma. Tilefni til að mæta þegar fólk mætur og kasta grúti og ekki í húsi. Mjög eðlilegt. En ég er ekki að kalla á það að eigur okkar séu skemmdar, en mér finnst ótrúlegt að það sé ekki búið að brjóta allar rúðurnar í Alþingishúsinu. Mér finnst það ótrúlegt. Heldur að gæti verið klókt af lögregluna að hegða sig með öðrum hætti vegna þess að... Hvað á hann að gera? Hvað á hann bara að standa kjör og fá sér kaffi eða? Já, nú er kvartað undan því að hún sko kannski teygi sig umfram tilefni. Já, ég held reyndar og mér sýnist á öllum viðbrögðum, bæði á Hverfisgötunni í nóvember og aftur núna, að lögreglan hafi beðið alveg fram á lokapunkt með að aðhafast eitthvað alvöru. Og ég spyr bara hvar annars þegar heiminum myndi lögreglan bíða að blengja hér og ekki beita kylfum og einhverju öðru ógeði, sko. Þannig að það er, þú veist, ég held að lögreglan sé mikla skynsemi því að bíða eins lengi og er mögulega gátt. Já, bara stutt í lokin, hvað gerist núna í framhaldinu? Þetta er dagur eitt í mótmælum. Er þetta dagur eitt í mótmælum? Er það þín spá? Já. Þetta er dagur eitt. Við höfum verið hérna á svona prúð að passa okkur að gangi ekki á grasinu og svona, hinga til. Og svona þögul og halda fallega ræður og svona. Og ég held að núna sé bara komin dagur eitt í mótmælum. Hvað segir þú? Eins og Hverfisgötu þegar reyndar ráðast þar inn og slett málningu á stjórnarráðið daginn og ráðast inn í Alþingi, það er allt búið prútt og svona ekki. En hvað heldur að gerist í framhaldinu þessu? Er þetta forsmekkur af einhverju sem að koma skall? Já, ég held að þetta sé ekki búið. Alls ekki, ég held að það mun halda áfram svona næstu daga og hugsanlega vikur. Hvað eiga stjórnvöld að gera til þess að afstýra þessu? Auðvitað á ríkisstjórnin að sýna einhverja forystu í sínum málum. Ég meina það er allir saman það er ekkert að gerast. Það hefur ekki fullt af mistökum hingað til. Og eins og með þessi neyðarlög og fleira. Ég meina ríkisstjórnin virðist ekki vita hvað hann ætlar að gera. Það virðist enginn annar vita það heldur. En er ekki fólk fyrst og fremst reitt vegna þess að það situr allt sama fólki í sömu stöðum og var þegar hrunið varð? Jú, hugsanlega. Hugsanlega, ég held að það sé alveg ljóst. Já, ég meina, svo er stærstur hluti þjóðarinnar bara að vinna sína vinnu og lifa sína eðlilegu lífi, sko. Þetta er ekki nema lítill hópur þjóðarinnar sem var hérna í dag. Og ágætis fulltrúi Samfylkingarinnar hérna í ríkisstjórninni, honum dettur í hug að segja að mótmælendur sé ekki nógu svona samræmdir í sínum kröfum. Hvaða útúrsnúningar eru þetta? Hverjar eru kröfum mótmælenda? Við viljum bara fá að kjósa. Bara breytingar, hvað svo? Ég meina, það er ekki eins og segir, Við viljum fá að kjósa, byrjum þar. Þá getum við losa okkur við allt. Skulum sjá hvað verður því örstutt í lokin, Helga Vala, hvað hefur heyrt af dóttuðinni? Hún er bara í haldi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Hún er 17 ára og ég fekk ekkert að vita af henni í dag nema gegnum bullandi klíku. Ég er búin að heyra fleiri foreldrar sem eiga ólögráða börn þarna inni og það var ekki svona haft fyrir að hringi þau til að segja þeim. Það var ein mamman sem sá barnið sitt í blöðunum í haldi. Þannig að það er klárlega eitthvað ekki alveg í lagi þarna. Við skulum spyrja Stefán Eiríksson þetta hér rétt á eftir. Takk fyrir komuna. Já, og eins og Sigmar sagði, þá er Stefán Eiríksson lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins að koma sér hér fyrir hjá okkur til að ræða einmitt aðgerðir lögreglunnar í dag. Áður við ræðum hans skulum við skipta til Helga Seljan sem er einmitt staddur við Alþingishúsið. Jú, það er svo sem óbreytt ástand síðan hér áðan. Ef eitthvað þá hefur fjölgað talsvert hér í hópnum. Þessi mótmæli virtust nú vera, enda hér 5 leytið í dag, 5, hálf 6 leytið.
Síðan voru nú nokkri mótmælendur hér eftir, svolítið stór hópur hennar og þeim hefur fjölgað talsvert síðan, eins og ég sagði áðan, þá sló hér í brýnu á milli mótmælenda og lögreglu þegar verið var að koma þeim mótmælendum, hlutaðir að minnsta kosti sem hefur verið handteknir hér í mótmælum í dag út í lögreglubíl sem síðan fluttið á væntanlega upp á lögreglustöðu í Hverfisgötu. Mér skilst að verið 22 mótmælendur sem voru handteknir í dag í það heila. Þeir voru vistaðir í bílageymslu í kjallara Alþingishússins. Einn af þeim er Jón Bjarki Magnússon, fyrrverandi blaðamaður á TVAF. Jón, þú varst handtekinn svolítið snemma í mótmælunum í dag. Segðu okkur aðeins frá því hvers vegna og hvað gerðist svo? Ég var bak við Alþingishúsið og það var náttúrulega mikill hópur af fólki og lögreglan var sem sagt búin að setja einhvers konar stóðu þarna mjög svona fastir fyrir og ég var þarna framarlega og ég stóð þar og var upp með hendur þegar allt í einu það rifið í mig og mér er skellt á jörðina og ég settur í handjárn og þar er mér haldið þarna fyrir aftan Alþingishúsið í ábyggilega klukkutíma. Ég vissi ekki hvað tímanum leið og var handjárnaður fyrir aftan bak. Það bættist alltaf í hópinn af fólki sem var handtekið. Það virtist vera þannig að þeir geti ekki tekið okkur út þarna megin, þannig að þeir ákváðu að taka okkur niður í bílageymslu þar sem þeir héldu okkur til 6:30 og með handjárnuð fyrir aftan bak og á tímabili vorum við látin sitja í klofi hvers annars. Ég veit ekki hvers vegna en það var mjög svona furðulegt að vera skipað af lögreglumönnum og vera handjárnað fyrir aftan bak og vera ýtt í klofið af einhverju stelpu þar sem ég þurfti að sitja og svona svolítið að gremja hana og gremja aðeins fyrir aftan hana og ég skil ekki alveg hvað er í gangi, ég veit ekki hvers vegna lögreglun gerði þetta. En er ekki eðlilegt að lögregla grípi til aðgerða þegar þetta var orðið eins og þetta var hérna á tímabili í dag og að þeir taki ykkur á umferð? Eru þið algjörlega á því að þessi mótmæli hafi verið með öllu friðsamlegt? Ég veit það ekki, eins og ég segi, ég sá kannski ekki nógu mikið af þessum mótmælum. Þegar ég var handtekinn þá náttúrulega var orðið svona miklar svona einhverjar, lögreglan var byrjuð að ýta í fólk og þá náttúrulega verður einhvers konar svona barátta til, sumir ýta á móti í lögregluna, flestir gera ekki neitt. Ég var einn af þeim, ég veit ekki hvernig þeir handtaka fólk, á hverju þeir handtöku mig frekar en einhvern annan. Ég skil ekki alveg, ég er ekki með svari við spurningunni en ég veit ekki af hverju ég var handtekinn, ég veit ekki af hverju margir aðrir voru handteknir og ég sá fólk ekkert beita neina ofbeldi þegar ég var handtekinn. Það er eina sem ég get svarað. Jón Bjarki, takk fyrir þetta. Við ætlum að skipta aftur upp hittir og við fáum nú kannski vonandi svör við þessum spurningum og fleiri hjá Stefáni Eiríksssyni en við sjáum til hvort við komum aftur og fylgjumst með þessu hér seinna í þættinum. Takk fyrir þetta, Helgi, og það er ekki auðvelt sjálfsagt fyrir lögregluna að vera þarna, einhvers konar skjöldur á milli mótmælenda og Alþingishúsi í þessu tilfelli. Stefán Eiríksson, þú múin að heyra það í fréttaflutningu frá þeim sem þarna eru á vettvangi að það er svolítið verið að gagnrýna það og nokkuð harkalega sumstaðar. Þið farið og fart fram. Já, við heyrum það að fólk hefur ákveðnar skoðanir á því hvernig lögreglan hefur farið fram í dag. Við höfum verið að glíma við ákveðlega flókið og vandasamt verkefni. Það fer ekkert á milli mála og við reynum að leysa úr því verkefni eins vel og okkur framast er und. Þetta er ekki að byrja í dag. Við höfum verið og staðið vaktina undanfarna mánuði og á grunni ákveðinnar aðferðafræði, vitandi það hvaða ástand er í þjóðfélaginu, vitandi það að fólk er reitt og því líður illa og á þeim grunni þá höfum við leyft fólki að ganga jafnvel lengra heldur en öllu jafnu hefur verið leyft í gegnum tíðina. Það er hins vegar ákveðin mörk og þau mörk getur lögreglan ekki látið fólk fara yfir. Hvaða mörk fór fólk yfir þetta í dag? Það sem gerist í dag er að fólk fer inn í Alþingisgarðinn og umkringir þinghúsið. Það byrjar að berja á rúður og þegar byrja þeir að brjóta rúður og hætta þeir á því að glerveggir sem þarna eru að þeir bresti, þá grípur lögreglan inn í. Þá grípur lögreglan inn í og setur lögreglumenn fyrir framan húsið og reynir að ýta fólkinu í burtu. Og þegar það gengur ekki eftir og þegar farið er að kasta grjóti í lögreglumenn. Var það tilfellið í dag? Það var tilfellið í dag.
eða beita öðru ofbeldi, þá verður lögreglan að grípa til aðgerða. Við getum ekki látið yfir okkur ganga ofbeldi og skemmdarverk. Þó að langlundargeð okkar sé mikið, þá eru ákveðin mörk og yfir þau mörk var farið í dag. Já, en það var talað um það hér í viðtali, hérna rétt áðan og reyndar í fréttaskýringunni hjá Helga hérna fyrr, að þarna eru 15 ára unglingur, 17 ára unglingur, þetta er allt sett í járn, þessi krakkar, foreldrar vita ekkert af þeim og hérna það er beitt piparúða og það er svona hendingur í stöður að hver verður fyrir honum. Þetta virkar að minnsta kosti frá þessum lýsingum sem svolítið svona handahófskendar aðgerðir hjá okkur. Já, við höfum auðvitað ekki verið í mörgum viðtölum í dag til þess að útskýra okkar aðferðir og það er alveg ljóst að margt af því sem að verið að sýna, það lítur að sjálfsögðu ekkert vel út. Það lítur ekki vel út þegar lögreglan neyðist til þess að beita valdi. Það er aldrei hægt að setja það í einhvern þægilegan og fallegan búning þannig að allir séu sáttir við það. Nei, en þegar svona saklaust fólk, einhverjir ljósmyndarar sem eru bara að taka myndir og skrásetja, þeir verða fyrir þessum piparúða eitthvað sem er mjög sársaukafullt að fá í sig, það verða að handtaka börn. Því miður er hætta á því að fólk sem að stendur hjá og er að fylgjast með þegar lögreglan neyðist til þess að beita valdi sínu verði fyrir til dæmis piparúða því að hann fer í allar áttir og ekki hægt að stjórna því með góðu móti að öllu leyti hvert hann fer. Já, þarna talar fólk bara um að þeir beini bara brúsanum í andlitið á því og sprautið. Það á ekki að vera gert með þeim hætti. Það á ekki að beita þessu með þessum hætti. Það á að beita þessu í þeim tilgangi að ýta fólki í burtu og reyna að koma í veg fyrir að það verði alvarlegra tjón. Þannig að ef þetta er rétt lýsing að lögreglumenn standi og sprauti beint framan í fólk, að þá eru þeir lögreglumenn að ganga langt. Ég held að það megi, ef þú ert með lýsingu sem er nákvæmlega svona, já, við heyrðum við ljósmyndarana lýsa þessu þannig. Þá er það ekki eðlileg framganga hálfu lögreglumannsins að gera það með þessum hætti. En með krakkana, við hljótum að geta kallað 15 ára ungling. Allir einstaklingar sem eru 15 ára eldri eru sakhæfir og allir einstaklingar sem brjóta af sér lögreglan tekur á þeirra málum. Lögreglan ber skylda til þegar hún er með í höndum ólögráða einstaklinga að meðhöndla það með ákveðnum hætti. Það þarf að hafa samband við barnaverndaryfirvöld og það þarf að hafa samband við foreldra. Það sem gerist við Alþingishúsið er einfaldlega það að við handtökum fólk og við komum því fyrir á ákveðnum stað og erum að reyna að fara að flytja það upp á lögreglustöð og okkur tekst það ekki. Og eftir ítrekkaða tilraunir þá neyðumst við að fara með þetta fólk inn í þinghúsið til þess að vernda það fyrst og fremst sjálft fyrir grjótkasti. Lögreglan þurfti til dæmis að verja 11 ára dreng sem þarna var fyrir grjótkasti mótmælenda og aðra mótmælenda með sama hætti. Þannig að þið komust ekki með unglingana og aðra upp á lögreglustöð? Við komust ekki með þetta fólk fyrr út úr þinghúsunni eða út úr Alþingisgarðinum upp á lögreglustöð og ég get lofað þér því, það var allt reynt til þess að gera það og við förum ekki í aðgerðir eins og til dæmis flutning á fólki ef það skapar meiri hættu, þannig að við beitum því vopni sem er sterkasta vopn okkar sem er þolinmæðin og bíðum þar til að það er lag. Já, en lýsing Jóns Bjarka sem var handtekinn þarna, það farið með fólk að hún í kjallara og það láti sitja einhvern veginn í klofinu hvert og öðru. Hver er hugmyndafræðin eiginlega á bak við það? Ég get nú ekki nákvæmlega svara fyrir það. Þetta er í samræmi við þær reglur sem að gilda meðferð á handteknum einstaklingum og ég undirstrika það eins og ég hef gert áður að allir þeir einstaklingar sem telja að lögreglan hafi gengið of langt, þeir hafa skýr úrræði. Þeir geta kært lögregluna til ríkissaksóknara sem rannsakar öll þau mál. Þannig ef menn hafa einhverjar slíkar efasemdur að lögreglan hafi farið of langt, þá hvet ég alla til þess að kæra það og koma þess á framfæri. Og það var mikið af mönnum frá ykkur og öðrum sjónvarpsstöðvum sem að tóku þarna myndir, þannig að það á að vera mikið af gögnum til þess að fara yfir ef menn kjósa það að kæra. En er ekki vandinn sá, Stefán, að ástandið í samfélaginu þannig að fólk treystir hvorki alþingismönnum, ráðherrum eða stjórnvöldum yfirleitt? Heldur þú að þessi kæruleið sem þið eruð að benda á sé eitthvað svona laust fyrir fólk sem að líður eins og þú varst að lýsa hérna í upphafi viðtalsins? Já, ég verð að vona það að fólk beri traust til lögreglunar og til ríkissaksóknara í þessum efnum, en ég gerir mig fulla grein fyrir því að það er mikið vantraust í gangi í þjóðfélaginu og það eru settar fram spurningar við allt sem að stjórnvöld gera í dag og miklu oftar og tíðar heldur en áður hefur verið og það er bara verkefni sem öll stjórnvöld verða að glíma við, ekki bara lögreglan. Veistu til þess að einhver hafi slasast í dag? Já, það hafa einhverjir slasast, einhverjir sem að urðu fyrir piparúða og einhverjir sem að urðu fyrir eymslum vegna þess að lögreglan beitti kylfum. Þær upplýsingar höfum við nú þegar. Hvað gerðist þegar lögreglan þurfti að fara að beita kylfum? Hvaða ástand var þá? Það er mikil valdbeiting.
Það valdbeiting, það klárt, alveg eins og beiting piparúða og það gerum við þegar að önnur úrræði og vægari eru ekki til staðar eða fyrir hendi. Já, veistu hvað var að gerast þarna sem gerir það verkum að þið þurfa að fara með kýlunar og loft? Já, það það sem ég var að lýsa hérna áðan. Það var verið að brjóta rúður, reyna að brjóta rúður, kasta grjóti og annað í þeim dúr. Já, við höfum stundum séð fréttamyndir erlendis frá það sem að lögregla að kljást við mótmælendur. Munur á ykkar vinnubröðum og kollega ykkar í stærri löndum? Nei, í grunninn þetta aðferðafræði sem að öll lögreglulið beita með mjög svipuðum hætti. Þjálfunin sambærileg, valdbeitingar, aðferðirnar eru sambærilegar. Eini munurinn felst kannski í búnaðinu. Við erum ekki með allan þann búnað sem að lögregluliðin í nágrannalöndunum búa yfir til þess að takast á við svona verkefni. Já, áttu von á því að þetta haldi áfram? Ég veit það ekki, við tökum bara einn dag fyrir einu og reynum að standa okkar plikt því að það okkar hlutverk og ég held að menn megi ekki gleyma því að það ekki lögreglan sem í stríði við mótmælendur. Lögreglan að halda upp í lögum og reglu í þessu landi og hennar skylda sú að standa vaktina þarna og þegar að mótmælendur fara yfir strikið þá hljóta þeir að gera sig grein fyrir því að það hlutverk lögreglu að grípa inn í og það var það sem við gerðum í dag. Lögreglan ekki í stríði við mótmælendur, upplifir lögreglan það að mótmælendur séu stundum í stríði gegn sér? Í einhverjum tilvikum eru mótmælendur að reyna að búa til stríð við lögregluna til þess að komast í fjölmiðla og til þess að búa til hentugt sjónvarpsefni fyrir ykkur til dæmis. Hvernig þá? Já, með því að ögra lögreglunni, með því að kasta grjóti, með því að kasta eggjum, skýri. Þetta allt saman myndrænt og þeirra aðferðafræði til þess að ná eyrum fjölmiðlamanna og það hefur tekist í mjög mörgum tilvikum. Takk fyrir komuna.